Já, velkomin á Frelsi TV. Það ennþá verið að velta sér upp úr internetinu og þessi vitleysa ætlar engan enda að taka. Sko, ef að það gengi æði í bænum að það færi að hreita einhverjum fúkyrðum hver í annan, myndum við vilja fá einhverja lögreglu í það eða myndum við ekki bara svara fyrir okkur og sjá okkur sjálf? Hvers konar þjóðfélagi verið að byggja upp það sem það alltaf einhver sem heldur í hendina á manni? Engin ekkert svona sjálfstæði eftir? Það náttúrulega það sem að þessi öfl sem ég verið að tala vilja. Þeir vilja allir séu svona litlum bóksum eins og hamstrar, hlaupi þar á hjólinu til þess að framleiða rafmagn fyrir hallinnar hjá elitinni og svo vilja þeir bara að fólk haldi kjafti þess á milli. Og þessi tilburðir með internetið, að sjálfsögðu á fólk að vera kurteist hvert við annað á internetinu og margir af þeim sem eru núna að predika internet kurteisi eru nú ekkert skárri sjálfur. Ef við tökum bara nýlegt dæmi hvernig komið fram við hana Vigdísi, það hana í fjárlaganefndinni, það skömm af því hvernig komið fram við hana. Og ég tek nú upp hanskan fyrir Björn Val, hann varð hana pínu, það mjög, mjög gott hjá honum. Björn Valur fær 1 stig hjá mér fyrir það. Og sko, ég til dæmis leið og ég sé eitthvað einelt á internetinu eða ég sé eitthvað svona ógeð í gangi, þá ræðist ég strax gegn því. Ég fara að segja bara býtum, nei, þessi mannska hefur margt til sín góðs og ég reyni þess að taka á því bara strax og ég sé það. Og ef að fleiri myndi gera það, þá væri þetta ekkert vandamál. Það hérna, eins og þið sáuð einhvers stað, þá var lögreglan svona með hálfpartum, þetta var náttúrulega í Bandaríkjunum, það var í mótmælum, þá sneri, eða hvort það voru slagsmál bara út á götu. Og það gerði enginn, það tók allir bara upp síman og voru að mynda atburðin. En eðlilegt hefði verið að fólk hefði gripið inn í. Það var til dæmis gerð könnun í Bergen þar sem að var sviðsett nauðgun í bílakjallara og 65% af fólkinu labbaði bara framhjá, lét sem það sæi ekki atburðin. Þannig að þetta segir miklu meira alla hina sem að láta þetta framhjá sér fara. Að því ef við myndum strax svara þessum svokallega hatursáróður, svo náttúrulega erfitt að skýrgreina það hvað hatursáróður og hvað ekki. Það óbúslega, ég hef séð hérna á internetinu alls konar það sem upprópað hatursáróður sem ég sé ekki séð neitt hatursáróður. En það sem sagt hérna á RÚV í dag, þá byrjað hérna með þennan söng, þennan taka þar hatursáróður á netinu alvarlega. Og lausnin ekki sem sagt að fólk taki þetta alvarlega og stoppi svona með því að svara það á eitthvað slíkt. Nei. Það lögregla og ríkissaksóknari sem eiga að taka á þessu sko. Og sko að sjálfsögðu að verða að hóta fólki líkamsmeiðingum með eitthvað slíkt, þá það alltaf lögreglumál sama hvernig boðin sendast. Þannig að ef þetta hefur ekki verið neitt skýrt hingað til, þá hlýtur maður frekar að spyrja sig, akkur hefur lögreglan ekki gert neitt í þessu hingað til? Þeir hafa fullar heimildir til þess, ef eitthvað getur sýnt fram á það og fólk hefur verið að fara með SMS til lögreglunar, símann sinn, sjá það verið að hóta mér og lögreglan bara, já, við getum ekkert gert fyrir að búið að berja því í klessu, þá getum við komið og gert eitthvað. Þannig að þetta svo ofboðslega erfið lína. Og og líka það virðist vera svo svakalega mikil vanþekking á internetinu. Sko, hérna til dæmis mynd af internetinu og þar sem að flestir að surfa hérna bara efst í þessum ísjaka. Þeir segja hérna á öðrum stað, þá að tala að 96% af internetinu það sem þeir kalla deep web og hérna eru alls konar hlutir í gangi náttúrulega, sumir góður og aðrir slæmir og bara allt í gangi hér eins og þessi segi hérna, þú kannt að kveikja á tölvunni, þá ertu í þessum level hérna sko, svo komin hérna svona aðeins underground, þá bara þeir hlýtur að leiðast alveg svakalega sko. Og svo þegar þú komin hérna niður, þá annað hvort proxy eða þess að tölva
eða segðu hæ til FBI eða til yfirvalda. Þannig að umræðan öll hérna og sko það ekkert hægt að eins og það ekkert hægt að það ekki hægt að láta löggu labba með hverjum einasta íbúa í landinu. Það var bara betra að gera allar íbúa landsins að löggum. Þetta gengur ekkert upp. Þessar hugmyndir að vera með einhverja netlöggu og vera með einhver svona dæmi sko. Ég var nú kerfistjóri í framhaldsskóla í 10 ár og þar voru svona skólastjórnendur vildi alltaf vera að setja einhverja síur og vera með einhver voðalæti. Ég hins vegar reyndi alltaf að tala við krakkana, þau sýndu ábyrgð sjálf. Þá þyrfti ekkert að vera með neina lokanir eða neitt slíkt. Og ég verð nú bara að segja það, mér fannst krakkarnir bara taka því mjög vel og það voru aldrei neinar meira háttar upp á komur. Það voru náttúrulega einhverjur upp á komur en ekkert svona, þannig að þurfa einhverja löggur og læti og vera fjárfæst milljónum á milljónir ofan í einhverja netsýr og eitthvað slíkt sem eitthvað sem alveg hægt að snuðast framhjá. Það verður aldrei hægt það er líka verið að tala hluti sem eru óframkvæmanlegir. Þannig að þessi saga öll og þessi netmenni og ég reyndar að sammála því til þess á íslensku fjölmiðlum, þá hef ég alltaf mætt undir nafni og þar hefur nú oft verið glúðað yfir mann á móti nafnlaust og ég hef bara svarað því bara að þú ert nú ekki trúverðugur netmanna því að þú hefur ekki einu sinni nafn hérna í umræðinni. Og fólk á bara ekki að taka alvarlega einhverja svona huldumenn sko, ekki frekar en bara álfa út úr stein. Það þarf ekki að taka slíkt alvarlegt. Og það er mikið betra að bara styrkja fólk í að takast á við þetta. En allt hefur þetta markmið og markmiðið að loka þessari nýju bylgju af fréttum og upplýsingum sem að koma yfir interneti. Þetta ekkert bara á Íslandi, þetta alls þar í heiminum hægri vinstri verið að koma einhverjum fáránlegum lögum inn þannig að það sé ekki hægt að hafa frelsi á internetinu. Og það það sem þetta snýst allt saman um. Þetta snýst að hindra þessa vakningu sem á sér stað á internetinu. Þessna hljótu við að vera á móti þessum pælingum. Við erum alltaf hlynnt því að styrkja fólki svona upp að einhverju heilbrigði skynsemi að fólki sé hjálpað eða ráðist á internetinu. Það bara eins og við hjálpum fólki að ráðist að því utan á götu. En líka við bara horfum á þetta í öðru samhengi sem að gerast í þjóðfélaginu. Þá hljótu við að hafa verulegar áhyggjur af þeim lögum sem að koma væntanlega fljótlega upp á dekk. Það verður eitthvað hroðalög. Eins og vissu til dæmis að núna liggur fyrir Alþingi lögum að lengja höfundarétt úr 50 árum í 70 ár. Þetta rennur bara allt inn bakdyramegin á Alþingi. Ég ætla nú að rannsaka það betur. Það sko því líkt laga vibbi sem að legur inn bakdyramegin í Alþingi undir EES þessum samningi. Þannig að við erum vakandi og ég mun halda áfram að fylgjast með þessu máli. Takk fyrir. Bless.